Á fyrsta áratug 20. aldar vaknaði áhugi meðal íslenskra kvenna að stunda knattspyrnu. Árið 1914 var til að mynda stofnað knattspyrnufélagið Hvöt og konur lögðu einnig stund á knattspyrnu undan vébanda Víkings. En kvennaknattspyrna á Íslandi lagðist þó stuttu seinna niður og næstu áratugina léku konur ekki knattspyrnu en stunduðu þó handknattleik allt frá 3. áratugnum. Áhugi á knattspyrnu kvenna var endurvakinn 1970 og fyrsta Íslandsmót kvenna í knattspyrnu fór fram árið 1972. 1972, veturinn, þá var farið að ýja þessu að fara í kvennafótbolta og það var greinilegt að félögin sem að byrjuðu í þessu, Fram FH og Akranes og ekki nákvæmlega hvaða liða voru, en þau ætluðu greinilega bara að stelpurnar úr handboltanum ætluðu að fylla þetta til þess að byrja með og fóru að æfa fótboltan yfir sumartímann. Og okkar stelpur náttúrulega sem ég var að þjálfa í öðrum flokki, þetta voru ekki nema 15-16 ára stelpur sem að spila fyrsta meistaraflokkin, kannski 1 eða 2 eldri. Og þær komu til mín og báðu mig að koma á fótbolta í Þrótti. Ég var formaður knattspyrnudeildar hérna og það var náttúrulega þýddi það að ég að þjálfa þær sjálfur og ég gerði það og við þetta var voðalega lítið mót, þetta voru 3 leikir hjá okkur, það var riðlakeppni og við spiluðum 3 leiki 1972, 73, 75. Spiluðum 5 leiki 1974, það var stærra. Og þá var allir á döllum ef ég man það rétt. Og við vorum nú ekki að safna mikið að stigum í fyrstu 2 árin ég held unnið 1 leik af þessum 3. En 74 unnum við 3 leiki af 5, þannig 60% sem ansi gott. En svo fór að þetta frumkvöðla starf lagðist niður. Það var vegna bara áhuga leysis hjá stelpunum, það voru ekki orðnar, ég átti ekki lið, þannig að það var eiginlega sjálfhætt bara. Hvað heldur að við orsaka það? Ég bara ekki nógu mikil árangur. Leikmenn meistaraflokks kvenna þurftu ekki að greiða æfingagjöld, en lögðu í staðinn sitt af mörkum fyrir félagið. Þær sáu nánast algjörlega að ræsta heimilið í Sævarsundinu og sjá sjoppuna. Þannig að félagið hafði mjög gott að þessu samstarfi. Og þú fyrst ekki heldur neitt borgað? Nei, ég var bæði formaður og gjaldkeri á þessum tíma og vissi alveg hvernig sjóðurinn stóð. Það var ekki fyrir mörgum árum seinna en ég fór að fá smá pening fyrir þetta. Næstu árin var því engin kvennaflokkur starfandi, en stelpur fengu þó að æfa með drengjum. Hér má meðal annars sjá núverandi aðstoðarþjálfara meistaraflokks Eddu Garðarsdóttur ásamt jafnöldrum sínum á 9. áratugnum. 1990 kviknaði áhugi hjá blakstúlkum í Þrótti að æfa knattspyrnu og héldu þær út í kvennaflokki í nokkur ár. En miðjan 10. áratuginn var farið af stað með yngri flokkastarf stúlkna og aldamótin gekk til liðs við Þrótt öflugur hópur reyndra leikmanna sem endurreistu starf meistaraflokks hjá félaginu. Í fararbroddi var Guðrún Inga Sívertsen. Já, ég kom bara fyrst í Þrótt 1999 og þá vorum við nokkra stelpur sem höfðu verið að spila með Gróttu og vorum svona úr hinu og þessu liðinu. Margar sem höfðu kannski hætt og voru að koma aftur og þar var hún Hera heitin Ármannsdóttir sem var að þjálfa yngri flokka í Þrótti sem að laði til að við myndum stofna kvennaliðið Þrótti. Þrótti var þá flutt í Laugardalinn með frábæra aðstöðu og við bara slóðum til. Mættum og byrjum að æfa þarna haustið 1999 og fengum til okkur fullt af stelpum og það var svakalega gaman. Fengum stuðning frá félaginu, það voru allir til í að kemi hressa stelpur sem ætlaði að spila undir nafni Þróttar og gekk vel hjá okkur.
Fyrsta sumarið 2000 spilum við í fyrstu deildinni og fórum alla leið í úrslitaleikinn. Töpum honum, sem var kannski svona, frábært sumar til að byrja á. Síðan árið seinna, þegar við spilum 2001, þá unnum við fyrstu deildina með nokkrum yfirburðum. En ákvörðun var tekin, það var ekki auðveld ákvörðun, en ákvörðun var tekin að við afþökkum sæti okkar í efstu deild og spilum áfram í fyrstu deildinni. Það var pólitísk ákvörðun hjá okkur og spilum síðan ári eftir í fyrstu deild. Unnum aftur og þá var náttúrulega ekki hægt að afþakka aftur sæti, þannig að við fórum upp og spilum 1 ár í efstu deild. Þannig að ég kem inn í Þróttarana 99, hafði ekki haft nein kynni af Þrótti og verð bara algjörlega ástfangin af þessu félagi og okkur leið svo vel þarna og skemmtilegt. Ég var ekki bara leikmaður, heldur var ég líka framkvæmdastjóri félagsins tíma og fór síðan í stjórn og var í nokkur ári stjórn þangað til að ég fór árið 2007 inn í KSÍ. Þannig að ég átti nokkur mjög góð ár í Þrótti og Þróttur á alltaf stóran stað í hjarta mínu og ég fylgist vel með félaginu í Laugardalnum. Ég tel að það sé bara gífurlega mikilvægt að ungir leikmenn sjáu hvert þeir geta stefnt í sínu félagi. Að það sé meistaraflokkur til að stefna að geta séð eldri leikmenn eigi fyrirmyndir í sínu félagi, viti, já ég ætla að fara þangað. Það er gífurlega mikilvægt og það hefur bara sýnt sig að það er nauðsynlegt. Við sem komum að stofnun liðsins, við vorum náttúrulega ekki Þróttarar svona frá grunni, en það voru þarna stelpur sem voru að koma að liðinu á fyrstu árunum sem voru Þróttarar og til dæmis Mist sem náttúrulega finnur ekki meiri Þróttara sem var þarna 15-16 ára, byrjuði að æfa og spila með okkur og við vorum náttúrulega örgulega bara, margar gátu verið kannski mömmur hennar eða stóri systur og það var bara dásamlegt hvernig hún svona þroskaðist með okkur í gegnum þessi ár og hélt síðan áfram og hennar svona saga í gegnum Þrótt er náttúrulega bara yndisleg. Ég var alltaf, ég var svona skólalóða fótboltastelpa og var yfirleitt alltaf með strákunum bara í því, það voru ekki margar stelpur að æfa í vogaskóla. Síðan styttist í eitthvað gull- og silfurmót og þá hafði svona spurst út að ég væri ágætis markmaður, ég var nú yfirleitt geymd í markinu þegar ég var úti með strákunum að spila. Og ég er einhvern veginn bara sjanghæði eiginlega inn á það mót til þess að bara fylla í lið. En fór svo í kjölfarið að mæta á æfingar líka niður í Sæviðarsundi hjá Mölinni. Og þar æfðu þá 4. og 5. flokkur kvenna saman. En við vorum ekkert sérstaklega margar á þeim tíma. Og já, svo bara einhvern veginn, var þetta bara gaman og ég er í þessu og held áfram að spila og svo fer ég reynda mjög snemma að þjálfa líka með því. Þannig að leikmannaferillinn var kannski aldrei eitthvað svona sem ég var að fókusera á. Þjálfunin vann með einhvern veginn strax yfir en já, við vorum þarna nokkrar í mínum árgangi og svo örfáar sikurum árgangi við. Og við svo sem, þetta var alltaf fámennt, við vorum til dæmis að keppa í 7-mannaboltanum í 3. flokki og svona þetta var svona strögglana í lið og það var, einmitt algjör guðsgjöf þegar að þessi meistaraflokkur er stofnaður og við fáum þá bara, 14-15 ára krakkar að vera þar og þá er maður svona fyrst að komast í kannski eitthvað svona alvöru umhverfi, stór hópur, gæði, metnaður og svona svolítið verið að sparka í rassinn á manni. Fyrir þennan tíma erum við búin að missa frá okkur fullt af hörku leikmönnum. Það var heill 84 árgangur sem fer bara yfir í KR af því að það var ekkert framundan. Og eins og segi, ég held að þegar meistaraflokkur verður til þá er 1 eða 2 eftir sem eru ári eldri en ég og svo ég og svo bara niður úr. Þær voru alltaf farnar annað þær sem að höfðu metnað til að ná lengra þannig að svo var það líka bara ansi góður í fótbolta þannig að ég hafði alltaf verið kannski hvað sem var stórfiskur í lítilli laug og svona við vorum aldrei með sérstaklega góðu lið en þarna urðum við bara mjög samkeppnishæft lið strax í fyrstu deildinni og þetta bara einhvern veginn breytti algjörlega svona sýnin manns á
fótbolta sko. Ég og við erum að byrja, þá upplifðum við líka bara mjög skýrt að það var aðstöðumunur og munur á þjónustunni sem að stelpur og strákar fengu í félaginu. Við þurftum að berjast fyrir okkar helviti lengi, þannig að ég blóti aðeins, en já, bara þú veist, þegar við vorum að byrja, við vorum eiginlega alltaf á mölinni, við vorum kannski með verri æfingatíma, við vorum reyndar heppna með þjálfara, fengum mjög áhugasama þjálfara og svona, en inn á milli þá svona stundum klóra með sér hausnum af hverju það var ekki sami standard sko, og metnaður að baki þjálfara ráðningum. Ég reyndar naut góðs að því að því ég fekk 16 ára tækifæri til þess að verða aðalþjálfari, en já, þú veist, en ég held að það hafi alveg verið klárt og ég get alveg sagt það að ég upplifði það alveg áfram fyrstu skrefin þegar ég er að þjálfa yngri flokkunum og annað, að mér fannst stundum ég þurfa að leggja óþarfa púður í að ég svona berjast fyrir einhverju sem að kollega mínir sem var að þjálfa stráka með þurftu kannski ekki gera. En að því sögðu þá risa hrós á félagið að því að mér finnst hafa verið unnið hrikalega gott og mikið starf síðustu ár. Það var alltaf verið að vinna gott starf, en þú veist, þetta er ekki bara svona í Þrótti, þetta er alls staðar. Við byrjum ekki í jafnvægi og erum svona að nálgast jafnvægi núna. Þannig að það á alls ekki að hljóma þannig að þetta sé eitthvað vandamál sem er á eingöngu við Þróttar, að þetta er alls staðar. Og ég held að Þróttur standi sig bara mjög vel í dag í þessum málum, jafnréttismálum. Besti tími lífsins, sko. Þetta var æði, þú veist, ég tek við af henni Heru sem hafði verið þarna aðeins áður og ég 15 eða 16 þá tek ég við 4. og 5. flokki kvenna sem voru stelpur sem voru bara 2 árum yngri en ég. Eftir þessa frumraun var nokkur bið á að Þróttur léki aftur í efstu deild. Meistaraflokkur lék tímabilin 2011, 2013 og 2015 í úrvalsdeild en liðið lenti öll árin í 10. og neðsta sæti. Árið 2019 endurheimtu stelpurnar sætið sitt í efstu deild og árangur liðsins í fyrra og þessu ári 2021 hefur verið framar vonum. Við spurðum því Nick Chamberlain þjálfara liðsins hver væri galdurinn á bakvið árangurinn. I think it's a case of just trying to add some professionalism to the program basically. I don't know much of what was going on before in terms of I know a little bit of the politics that was involved before I got here in terms of coaches and players, and I think just over the years I've just come in and just tried to make as professional as possible, starting with making sure that we had decent balls and enough equipment because it wasn't when I first got here, and then just putting a lot more in I guess than what previous coaches have done to get the players on side. And then just over time, you know, some of the players, the older ones, that kind of, I guess, had used to being in certain ways, you know, just either finished or just moved on. And then the younger players like Alpha, Sole, Frigga that was playing at the time, Drea, Jelena, all of them coming through were just used to having things a certain way. And year on year, we just keep adding a little bit more professionalism, both on the field but off the field as well with the club by introducing Jamie as a full-time coach and then Henry this year as a strength coach. So yes, I think just a gradual increase of professionalism each year I think is aided that success. Nick ekki vafa að stuðningsmanna Þróttar hefði átt sinn þátt í velgengni liðsins. Oh, we always do. I mean, it's one of the things I've noticed in the women's game. Even when we won the Inkasso, as it was in 2019, you could start to see a little bit of a change that a lot more people were coming to watch us because we were doing well when we were successful. Everybody likes to see success, and you know, especially being in the Pepsi Max, everywhere we've gone for the last 2 years, we've had more fans. It doesn't matter where we've gone. When we are to Thor Kauar this year, we were louder at least. Same with Tindastóll, same going away to Ibivav. We've always been loud, and the girls really appreciate that. They didn't realise, especially the foreigners, how well travelled and supported we are, and it certainly makes a difference. Like towards the end of last year, you know, staying in the league when we had the home games against FAO, Thor Kauar, and KR the last game.
we weren't playing that well against FH in Forkawa, but the support gave us a belief to get back into those games and get results. And this year, 100%, it makes a difference. And I know in the final, at least at the moment, we've doubled what Breiðablik are bringing, and so that will give the girls a boost. Definitely, once they kind of get over that little nervous exchange to begin with, they'll see the fans and they'll get behind them no matter what. Mér finnst frábært hvernig við erum að gera þetta núna. Við eigum ákveðin grunn og það verið að byggja í kringum það í staðinn fyrir að henda öllu til hliðar og fara að búa til eitthvað nýtt þegar við komumst upp. Tímabili fyrra frábært og maður hélt að það yrði erfitt að toppa það, en það er ennþá þvílík framför í liðinu og bara frábært þjálfarateymi, geggjaðir leikmenn og bara ekki síst umgjörðin og stuðningsmennirnir sem að flytja sig yfir á næsta level, og ég bara, aldrei verið stoltari Þróttari heldur en í dag, sko. Og svona byrjandabragur á þessu í Sæfjarsundi, það var þar víða, það er ákveðin félög sem eru með forskot á Þrótt, en á flestum stöðum þá er þetta bara sama ferlið og það eru 2-3 skref áfram og svo oft 1 aftur og bak, ef maður gleymir sér aðeins. En svona síðustu ár finnst mér einhvern veginn vera komin meiri stöðuleiki í kringu starfið, þannig ég hef ekki lengur áhyggjur. Ég hef stundum haft áhyggjur þegar bara ákveðið fólk fer frá störfum eða eitthvað, að einhver gleyma lítið eftir hlutunum, og mér finnst við alveg að hafa séð það stundum, eins og segi, 2 skref áfram, af hverju þurfum við að taka 1 aftur og bak. Það hefur gerst oft á þessum síðustu 20 árum, en það er eiginlega fyrst núna síðustu kannski 3-4 árin þar sem ég hef á tilfinningunni að þetta sé bara, þetta verður aldrei komið, en við ætlum aldrei að fara að slaka.